Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Hér í lok þáttarins þá fáum við merkilega mann, Mikael M. Karlsson, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands. Hann ætlar að ræða við okkur stjórnarskrá. Mikael hefur búið hér á Íslandi í háværans tíð og talar íslensku, en hann upprunalega frá New York í Bandaríkjunum. Og ég veit nú ekki til þess að hann hafi áður komið í viðtali í sjónvarpi. Við ætlum að ræða drög að orkustefnu sem nú mikilvægt mál því að menn eru sífellt að deila orkunýtinguna. Það voru lögð fram núna daginn drög að orkustefnu sem á síðan að fjalla og ég eftir vill samþykkja eða hafna eða breyta. Þeir koma hingað Vilhjálmur Þorsteinsson sem formaður nefndarinnar þetta og svo Ketill Sigurjónsson sem hefur verið hérna áður og sérfróður orkumál og við ætlum að fara aðeins yfir það sem í þessu plaggi og til dæmis hvernig það horfir að áleiðnaðinum og magma og fleiru. En við byrjum hérna með Marino Gunnar Njálssyni, Magnúsi Sveini Helgasyni sem sakfræðingur, menntaður í Bandaríkjunum og þú hefur nú fjallað mikið hagsögu líka, það ekki? Jú. Birgittu Jónsdóttur alþingismanni og Óla Birni Kárasyni sem varaþingmaður og blaðamaður og fleira. Við ætlum nú að fara yfir nokkuð mörg mál hérna, það alveg frá tölvunni í Alþingishúsinu yfir í Sjóvá og Sparisjóði og Tríton, vona við komum svona yfir þetta flest, en ég ætla að byrja á þessari tölvu í Alþingishúsinu, þessari dularfullu tölvu sem fylgst þarna í herbergi í þinghúsinu. Hún í sambandi, fólk segir að þetta hafi verið nokkuð fullkominn búnaður og menn velta fyrir sér hvað hafi verið þarna að gerast, hvort að menn sé að njósna þingið eða hvað það vill til þess að Marino sérfræðingur í tölvuöryggismálum, þannig að það svolítið hæg heimatökin hjá þér. Hægt að setja svona tölvu í samband við eitthvað kerfi og svo bara taka út upplýsingar eins og maður listi? Það náttúrulega fer eftir hvað kerfið leyfið og jú, það sjálfsögur hægt að setja tölvu við, en kerfið á að nema það að tölvan sé komin þarna og ef öryggisráðstafanir í kerfinu eru réttar þá fær þessi tölva ekki að gera neitt. En nú þori ég ekkert að segja það nákvæmlega hvernig öryggismálum var háttað hjá Alþingi. Ég lít til að svona með það sem við lesum að þessi tölva hafi verið sett upp þarna á þessum sérstaklega stað til þess að hlera umferð þeirra tölva sem voru á sama legg eða sama tengibóksi. Þannig að hún svona einhvers konar dulbúningur á annarri tölvu til þess að hlera þau. Já, og til hvers ætti menn að gera það? Það eru greinilega einhverjir sem hafa verið með áhugaverð samskipti þarna á hæðinni og þarna eru tveir þingflokkar, Samfylkingin og Hreyfingin, þannig að það verður þó að horfa til þess að þarna hafi einstaklingar innan þessara flokka verið með einhver samskipti sem menn vildu komast yfir. Já. Og nú þori ég ekkert að segja hvort að Birgitta hafi verið orðin það ábyrjandi í einhverju umræðu að menn voru að hlera hana eða hvort að menn voru að hlera sjálfstæðismenn. Ég bara veit það ekki, en þetta fer allt eftir kerfinu hvað leyfilegt og að það sem ég finnst svo skrítið það að tölvan sett inn 28. desember 2009 og uppgötvaðist fyrir tilviljun 2. febrúar eða hvað það var. Þetta áttu einhverja bjöllur að hringja þegar þessi vél sett hann inn og segja þarna komin ókunnugt tæki og það stöðugt í sambandi. Ég get alveg ímyndað mér að það var ekki að hringja ef þetta tæki væri hérna í sambandi í einhverju 10 mínútur eða 2 tíma eða 2 daga. En að vera hana í 5 vikur í sambandi og það hringi enga bjöllur, það finnst mér vera svona varhugavert í þessu máli. Birgitta, nú hefur verið talað í fréttum Wikileaks í þessu sambandi og hreyfingun og svona. Eigið þið eitthvað þátt að þessu máli? Nei, mér finnst reyndar mjög áhugavert að það var strax þannig að leið þetta mál kemur fram í Morgunblaðinu að það var rokið upp í pontu inn í þingi og þessu svona kynnt yfir á okkur og Wikileaks. Svo kemur ljós að hún tengd 28. desember. Þá var enginn frá Wikileaks á Íslandi og síðan verið að reyna að gera þetta þannig að það sé eitthvað svona ósæmilegt að fá fólk frá Wikileaks í heimsókn inn á skrifstofu og það svona að taka fyrir það hverju heimsækja mann inn á skrifstofur þingsins. Og allavega út frá því sem ég hef kynnt mér og þekkt til Wikileaks að þá hafa þeir ekki haft frumkvæði að því að ná í gögn.
þeir eru mennirnir sem taka við umslaginu og koma þið áleiðis til fjölmiðla og almennings. Já, þú meina það sé ekki þeir sem eru að hlaða niður gögnum eða stela gögnum eða slíkt? Nei, og mér finnst maður þurfi bara að fara mjög varlega að koma með, fyrst alveg þá veit enginn nákvæmlega hvað þessi tölva gerði. Það ljóst allavega út frá því sem að lögregla og tölvudeild segir að engu hafi verið halað niður. Þannig að mér finnst að fólk bara að fara svolítið varlega með James Bond kenningarnar og bíða eftir því að það komi þá eitthvað frekar fram og ekki vera að benda svona á einhverja aðila og stofnanir og flokka áður en þeir hafa eitthvað í höndunum að það væri þá eitthvað á bakvið það. Já, en er ekki mögulegt að einhver hafi bara gleymt tölvunni sinna? Það er alls konar hluti mögulegir, þú veist, sem eru kannski betri eða svona einfaldri skýring á, en þetta er svona þessi andi sem er svolítið í samfélaginu í dag, finnst mér, rosaleg tortryggni. Mér finnst það ólíklegt að einhver hafi gleymt tölvu sem var búið að sverfa öll númer af. Já, reyndar. Já, en það var sem sagt, það hefur komið fram, það var búið að sverfa öll númer af. En hitt er annar mál að í kortasvindlmálum þá er mjög þekkt að menn setji inn einhver svona ghost búnað, einhver svona draugabúnað sem sést ekki, en síðan þegar sending á sér stað þá er sendingin send á 2 staði í einu. Það er sem hún fer á uppræðulega móttakanda og svo fer hún á annan móttakanda. Þannig að þá verður engin varfið það að það hafi verið útstreymisumferð vegna þess að þetta útstreymi fór í sömu sendingu og orginalumferðin. Já. Og þannig með svona aðferðum þá hafa menn komist yfir meðal annars hér á landi 10.000 kortanúmera og erlendis 10 milljóna kortanúmera og þá eru sett inn forrit sem eru annarkvort í minninu, keyrð upp í minnið eða sett á einhvern svona duldan stað á harðardisnum og þessi forrit þau bara vakna til lífsins þegar sending á sér stað og passa sig á því að sendingi fari þá á 2 móttakara. Óli Björn, hefur ykkur skoðun á þessu máli? Já, mér finnst þetta nú vera svona dæmi nýju tíma sem að menn við lifum á og hvað svona tölvugögn og all samskipti manna í rauninni eru orðin viðkvæm, hvað auðvelt kann að vera að komast yfir trúnaðargögn. Það sem mér finnst alvarleikinn er tvíþættur, annars vegar að það skuli hafa verið reynt með þessum hætti sem virðist allt benda til að ná í trúnaðargögn, vegna annars eru menn ekki að þessu frá Alþingi og sérstaklega alþingismönnum og látum vera á milli hluta hver stendur þar að baki. Og hitt er ekki síður að þingmönnum skuli ekki hafa verið gerð grein fyrir málinu og vegna þess að þetta er svo alvarlegt mál að þingmönnum skuli hafa verið haldið leyndu fyrir þingmönnum öllum nema forseta þingsins skiljiði málið rétt og forsætisráðherra að reynt hafi verið að njósna alþingismenn og starfsemi alþingis í liðlega 1 ár eða það bil 1 ár. Það er mjög alvarlegt. Það er mjög alvarlegt. Og ég held að forseti alþingis og forsætisráðherra verði að skýra þingmönnum frá því opinberlega hvaða ástæður lágu að baki því að leyndarhjúpur var látin gilda í þessu eins og virðist vera orðin töluverð regla. Mér finnst þetta að vera, þetta er tvíþætt mál, annars vegar tölvan sjálf og hvernig síðan menn höndluðu máli. Nú fari ég annað mál, það eru nýju menningarnir, nú er búið að vera þessi þetta réttarhald, málflutningur í þessu máli, aðalmeðferð svokölluð. Nú tek ég fram að málið er þér dálítið skylt, Magnús, vegna þess að kona þín er ein af ákærðu, Sólveig sem var nú í þætti hjá okkur fyrir nokkur Sólveig Jónsdóttir og sko, það er þróun þessa réttarhalds, til dæmis og þá erum við aftur að tala meðferð gagna, að það kemur ljós að það er búið að þurrka út efni úr myndavélum Alþingis nema einhverja valdabúta. Já, mér finnst það, og það er aftur það kemur aftur að Alþingi og meðferð upplýsingar þar og hverju haldi leyndu og hverju leyft að fara út að það er tekin ákvörðun það að varðveita bara örfáar mínútur úr öryggismyndavél Alþingis sem sýna bara rétt svo byrjunina á þessari atburðarás því sem gerist í anddyri Alþingis þarna
og afgangurinn látinn eyðast og það tekur einhver ákvörðun þetta þarna á vegum skrifstofustjóra Alþingis, einhver þingverða og svo sko daginn eftir það alveg öruggt að öll gögnin hafa eyðst þannig að það bara hægt að sjá mjög lítinn hluta af atburðarásinni en við getum ekki gert okkur grein fyrir því hvað gerist til dæmis eftir að lögreglan kemur á staðinn að daginn eftir og þá sent bréf þar sem farið fram á það að fólkið verði ákært undir 100. grein hegningarlaga og sem sem sagt að þessi 30 menn sem ætluðu sér í heimsókn á þingpall Alþingis hafi ætlað sér að gera árás á Alþingi og þetta finnst mér nefnilega vekja sko svona spurningar einmitt starfshætti sko forsætisnefndar og skrifstofustjóra Alþingis og sem eru mjög alvarlegar og það mér finnst sko þessi tvö mál líka falla saman að því leyti að við heyrum af þessari tölvu á fimmtudaginn seinasta dag réttarhaldana og það finnst mér sko það svolítið forvitnileg tilviljun að mál sem sko orðið ársgamalt að það kemur fram í fjölmiðlum akkúrat sko seinasta degi réttarhalda þar sem hafa vaknað alvarlegar spurningar sko starfshætti og gagna meðferð. En nú náttúrulega verið að takast á það í þessu réttarhaldi hvort að þetta hafi verið árás á Alþingi eða ekki. Það ekki svona þú veist það sem Já, sko það inntak sko kærunnar það að þarna hafi 30 manna hópur ætlað sér að gera árás á Alþingi. En það ekkert í sko gögnunum, það ekkert í málflutningi ákæruvaldsins, það ekkert í málskjölunum sem sko styður við það. Það ber saman öllum vitnum það að enginn hópnum hafi verið vopnaður, enginn hafði uppi sko hótanir líkamlegt ofbeldi, það verða engin eignarspjöll. Það enginn sem gengur í skrokk á einum né neinum í þinginu þarna þennan dag. Og það að halda því fram að þarna hafi sko verið einhver skipulögð árás og það hafi átt að hertaka Alþingi eins og fyrir ráðherra heldur fram í blogginu daginn bara hreinlega fjarstæða og það ekki sem styður það. Já, þú meinar að þetta sé en ekki hugsanlegt að það hafi verið eitthvað samantengið ráð þarna að gera þetta? Já, það sem gerist það hópur fólks ákveður að mæta í Alþingi til þess að bæði gera sjálf sig sýnileg og sýna semst alþingismönnum að það fólki í landinu að fylgjast með þeim og augljóslega til þess að mótmæla. Og ég held að sko stóra spurningin í réttarhaldinu sko þessu, það réttur, hvort skiptir meira og hvort mikilvægara, réttur borgarna til þess að mótmæla og láta sjá sig, jafnvel þó að því fylgja einhver truflun. Eða réttur valdhafana til þess að vera sko frjálsir undan sko truflunum af völdum mótmæla, truflunum af völdum þess að borgarar landsins séu að sko vilja láta í sér heyra. Óli Björn, myndir þú telja þetta að vera árás á Alþingi? Ég hef ekki forsendu til að meta það hvort að ákæra saksóknara þannig úr garði gerða að honum takist að sýna fram á sekt þessara nýjumenninga. Ég bara treysti því að dómari komast að efnislegri niðurstöðu það. Mér finnst hins vegar mjög varhugavert að þingmenn og þá sérstaklega forsætisráðherra skuli vera með opinberar yfirlýsingar í þessu máli. Það ljóst að ákæruvaldið hefur tekið þessa ákvörðun að ákæra á grundvelli þess að talið að það séu efnislegar ástæður til ákæru. Dómstólar kveða úr það. Og mér finnst það mjög varhugavert ef að ráðherrar og alþingismenn séu með yfirlýsingar sem að eru til þess fallnar að hafa áhrif annarkvort á saksóknara í málinu eins og til dæmis að afturkalla ákæruna og eða hafa áhrif á hugsanlega niðurstöðu dómstóla. Nú segir Jóhanna talaði beinlínis þetta bara núna í vikunni. Já, og það finnst mér fannst það líka dálítið merkilegt vegna þess að hún búin að hefur ekki mér vitandi sagt eitt eða neitt þetta mál opinberlega fyrr. Nei. Og það segir mér að hún hefur metið svona andrúmið í þjóðfélaginu þannig að nú væri rétt að koma með þessa skoðun og hafa opinbera vinsælt á þessum tímapunkti. Já, Birgitta. Þetta mál náttúrulega orðið dálítið langt, ég veit að það stendur svona svolítið þvert í fólkinu í þínum flokki. Já, sko, í fyrsta lagi þá finnst mér
kannski mikilvægt að svona benda á upprunalega aðkomu þingsins og skrifstofu þingsins að þessu máli. Að þar raun og veru beinlínis lagt til að sé kært út frá 100. greininni sem raun og veru algjörlega út í hött. Það var ekki verið að ráðast á þingið og þannig byrja afskiptin og þannig raun og veru finnst mér ég svolítið vera á milli tveggja heima varðandi þetta mál. Að vera þingmaður og eina af þeim sem mótmælti mjög mikið þannig fyrir utan Alþingishúsið og víðar. Og ég upplifi mig sem samseka með þeim sem eru þarna settir settir í dómsal og ákærðir út af þessari grein. Og því það sem þau gerðu var á engan hátt öðruvísi en þegar ég stóð fyrir utan Alþingishúsið og var með hávaða og hrópaði og ég reyndar hendi aldrei mat eða grjót í húsið. En það gera þau ekki heldur. Nei. Og mér finnst í raun og veru mjög mikilvægt að fólk gerir sér í hugarlund hvernig það að sitja undir kæru sem að minnst 1 ár til lífstíðar fyrir það að mótmæla. Mér finnst það líka atriði sem mér finnst mikilvægt að hafa í huga að borgararnir hljóta að búa í samfélagi þar sem við þurfum ekki að eiga yfir höfuð okkar að vera dregin fyrir dóm og vera þar borin alvarlegum sökum og ákærð fyrir glæpi sem það lágmarks 1 ár í fangelsi verður fundin sér og að hámarki lífstíðar fangelsi og við að búa í samfélagi þar sem fólk getur átt yfir höfði sér svona ákærur og vera dregið fyrir dómstóla og auðvitað getum við treyst dómstólum til þess að komast að réttri niðurstöðu en það snýst spurningin dálítið getum við er það í lagi að ríkisvaldið og stjórnvöld geti og þetta alltaf bara kúgunartæki dregi fólk fyrir dóm og haldi þar að hálfpartinn í gíslingum en nú þetta mál búið að vera í gangi í nærri 2 ár haldi fólki í gíslingu fyrir framan dóm borið mjög þungum sökum fyrir engar sakir. Og ég meina einmitt þetta máli var aldrei rannsakað af lögreglu sem árás. Þetta var rannsakað sem Hvaðan kemur þá, þið minnið að ákvörðunum að kæra þetta sé ranns, að kæran byggist á því að þessi árás, það sé komið beint frá Alþingi? Það hefur komið skýrt fram, já, að það hefur komið frá En hefðu menn kannski sætt sig við það bara verið ákærið fyrir óspektir eða það allt annað mál. Það hefur verið mun, það hefur já, en það að vera ákærður fyrir árás á Alþingi, fyrir það eitt að hafa ætlað sér að mótmæla og hugsanlega valda einhverju truflun. Mér finnst það svolítið vera spurningi, er það að valda truflun? Jafngildir það árás? Er það glæpur sem hægt að dæma fólki í minnst árs? En nú stendur fólk þarna í átökum við lögreglu, menn og þingverði, það ekki? Jú, en það líka komið fram mjög skýrt í réttarhöldunum að það sem gerist það að fólki kemur inn og það myndast stappa og þvaga þarna og svo kemur lögreglan mætir á staðinn og eins og Ragnar Aðalsteinsson lýsti því stýróð þannig að það eru send árásarboð frá Alþingi það húsið sé undir árás og lögreglan mætir með því hugarfari og allir lögreglumennirnir sem báru vitni við réttarhöldin lýsa því að það hefur verið kaos á staðnum og það er engin lögreglumenn á staðnum getur sagt hver stýrði aðgerðum lögreglu. Þannig að það er algjört stjórnleysi þarna og lögregla veit ekkert hvað hún er að gera. Það getur enginn sagt að það hefur gefið neinn fyrirmælum með yfirgefa húsnæðislíf og það myndast náttúrulega myndast stimpingar en það að tala að það sé ofbeldi og hvað þá að fólki hafi ætlað sér að gangi skrokka neina valdofbeldi. Svo líka áhugaverð að hlusta á vitnisburð til dæmis Össurar. Hann segir að það sé oft meiri læti í pontinu heldur en voru þarna uppi og í raun og veru hafa oft verið svona mótmæli upp á þingpöllum sem að hafa verið af sama kaliberi og þessi sem að hann sjálfur til dæmis tók þátt í á sínum tíma og saksóknari. Og saksóknar. Við skulum fara aðeins í annað mál, það eru sparisjóðirnir og þessi, það er náttúrulega endalaust þessi uppgjörsmál eftir þetta blessaðarhrun og allt það en það sem að menn hafa nú verið að fjalla dálítið upp á síðkastið eru það eru heilu byggðarlögin á landinu sem eru búin að skuldsetja sig í stofnfjárútboði þannig að það er fjöldi manns í litlum byggðarlögum út á landi sem eru stórskuldugir út af einhverju sem er náttúrulega bara ekki annað en brask og eins og að féll dómur núna fyrir helgina það að Glitnir hefði beitt blekkingum við stofnfjárútboð við auka stofnfé í 2 sparisjóðum og það setur náttúrulega svolítið strikið þennan reikningar. Fólk er þarna í góðri trú að kaupa sig inn í sparisjóðin í vonum
mikinn hagnað, en þá nútlega eins og menn segja, það hugsanlega þá búið að braskvæða allt kerfið því að sparisjóðirnir voru nú komnir einhvern veginn inn í þessar viðskiptablokkir. Marinó, ég veit að þú hefur verið að skoða þetta. Já, ég hef verið að skoða þetta vegna þess að það vill svo til að mágkona mín stofnfjáreigandi í sparisjóði Svartalinga og hún fékk bréf sem dagsett 29. nóvember 2007 frá Saga Capital vegna þess að þar voru uppi hugmyndir hjá Svartalingum að fara að hlutafjárvæða sjóðinn og ætlaði fyrst að auka stofnfé. Og þeim boðin það að taka þátt í þessu og það frekar vissu hóflegar upphæðir hjá þeim. Það 3,5 milljón sem hver stofnfjáreigandi ætlaði að leggja til viðbótar í þetta. Já. Við erum með annar staðar þar sem eru 20 milljónir og svo erum við 100 milljónir í Húnavatnssýslunni. Og þar maður sem heitir Valgeir sem hefur mikið verið að stúdera hvað menn voru að gefa upp falskar upplýsingar, vitlausar. En í það er aldrei gaman þessu brefi sem kemur frá Saga Capital það að vera að bjóða fólk þetta og ég er með það henni fyrir frammi og það segir að fyrstu 3 árin aðeins greiddir vextir og afborganir á láninu þegar og ef arðgreiðslur verða greiddar frá sparisjóðnum. Þarna Saga Capital að taka séns, þeir ætla ekki að fá neitt nema að sparisjóðin greiði arð. Eftir þann tíma þá náttúrulega greiðist eftirstöðvar lánsins niður á ákveðnum tíma. Svo segir og þetta mjög skemmtileg setning, til tryggingar láninu yrði núverandi stofnbréf lántaka ásamt þeirri aukningu sem viðkomandi skrifa sig fyrir í yfirstandandi stofnfjáraukningu. Það alveg tekið skýrt fram í þessu bréfi að vera að bjóða fólk í lán þar sem Saga Capital ætlar að gambla á stofnfjárbréfin. Já, en það engin persónuleg ábyrgð þetta? Engin persónuleg ábyrgð. Síðan þegar kemur, og síðan haldnir fundur þetta, og síðan þegar það kemur að því að gefa út skuldabréfið á síðasta fundinu fyrir það, að þá búið að bæta inn þessari persónulega ábyrgðin í skuldabréfið. Já, skil. En í tilboðinu sem þið fá og ég með þetta afrit þá talað um það sé engin persónulega ábyrgð. Þannig að Saga Capital ætlaði að taka var bara í fjárhættuspili með þessu fólki. Og þetta að það sama maður heyrir með Sparisjóð Norðlendinga og þetta að hluta til að sama maður heyrir með Sparisjóð Húnvetninga og Strandamanna. Þannig að þetta svona aftur og aftur þá eru menn að ginna fólk, það verið að leggja fyrir það á gildrur til þess að geta bætt inn í svo á síðustu stundu einhverju persónulegum ábyrgðum. En það sem ég finnst alvarlegast við þetta það, hvers vegna voru menn að bæta inn persónulega ábyrgðum? Jú, vegna þess að menn hlutu hafa komist að því að stofnfjárbréfin væri ekki örugg. Nei. Já, þeir hlutu að hafa áttað sig á því á einhverjum tímapunkti að forsendurnar bak við allt þetta var byggt á einhverju froðu. Og núna höfum við séð það, við höfum áttað okkur á því að hlutabréfaverðið í Kaupþingi var haldið uppi. Jú. Og Exista átti í Kaupþingi og Kista átti í Exista og Sparisjóðirnir átti í Kistu. Þannig að þetta er svona dóminó áhrif þarna. Ef það froða í Kaupþingi, þá froða í Exista og þá froða í Kistu. Já. Og þar með þá froða í stofnfjáraukningunni. Þannig að ég trú ekki öðru en það að bæði þeir hjá BYR og ekki síður þeir hjá Saga Capital hafa áttað sig á því að það var froða í kerfinu. Já. Og þá eru þeir að tryggja sig með þessu atrið sem bætt þetta við á síðustu stundu. En það einhvern veginn, eins og þessi bara fyrir að narra fólki gildrur. En þessi dómur sem fellur þarna, hann lítur að vera dálítið merkilegur. Já, ég las nú hennan dóm sem beinist að Glitni eða núna Íslandsbanka og snýst stofnfjáraukningu í Sparisjóð Norðlendinga sem var að renna inn í BYR. Ástæðan fyrir því að farið í stofnfjáraukningu, skulum við vera að klára því, svo að þegar að verið að breyta sparisjóði í hlutafélag, samkvæmt lögum, að þá í rauninni stofnfjáreigendurnir eignast á hlutabréfin, en síðan verður til sjálfseignarstofnun sem sem sagt annað eigið fé. Og til þess að koma í veg fyrir það að þessi sjálfseignarstofnun í rauninni eignist sparisjóðana fullu að þá stofnfjáraukningin í framkvæmd. Og það segir, og það kynning, og það kemur fram í dómnum, og það kynning
sem og þetta gert af frumkvæði Glitnis og Sparisjóður Norðlendingar að renna inn í byr. Þannig að það farið í þessa stofnfjáraukningu af frumkvæði Glitnis og í kynningu Glitnis kemur alveg skýrt fram að tryggingarnar að baki þessara stofnfjáraukningu eru stofnfjárbréfin sjálf og bankinn heldur því fram að á einhverju árabili að þá muni arðgreiðslur af stofnfjárbréfunum greiða upp lánin. Það kemur bara skýrt fram. Og þá það niðurstaða dómsins í raunni að þar með hafi lánveitandunum, í þessu tilfelli Glitni, verið það ljóst að hann væri eingöngu að lána út á þessi stofnfjárbréf sem núna eru verðlaus og þar með á hann ekki frekari kröfur og hendur við komandi aðila. En það hérna smá blekking í þessu, vegna þess að þú mátt ekki greiða arð á stofnfé nema að mjög takmörkuðu leyti. Þannig það er mjög takmarkað þeirra lagaheimildir sem hefur til að greiða út stofnfé. Þú hefur miklu meiri heimildir að greiða út á hlutafé heldur út á stofnfé. Þannig að sko það var eitthvað hérna sem ekki gekk upp. Það var því að var verið að breyta þessu í hlutafé. En við erum með þessu rosalega miklu óuppgerðu mál þarna í öllu þessu batteríi og meðan verið að setja pening í þessu sparisjóði, verið að dæla peningum til þess að endurreisa þá. Ég meina ekki bara í sparisjóðunum, Guð minn almáttugur, og það eitt af, ég myndi hafa miklar áhyggjur af því sem fjármálaráðherra og sem forsætisráðherra, ég myndi hafa miklar áhyggjur af því sem þingmaður, að þegar þú horfir á það hvað hefur búið að gerast hérna frá hruni, að þá búið að setja líklegast 250 til 300 milljarða í fyrirtæki, fjármálafyrirtæki, tryggingafélög og svo framvegis, í formi hlutafjár og eða víkjandi lána til fyrirtækja. Þetta eru Landsbankinn, þetta Arion banki, þetta Íslandsbanki, þetta VBS, 26 milljónir sem glata, þetta Saga Capital, þetta Sjóvá og svo framvegis. Þetta eru 250 til 300 milljarðar. Þetta miklu meira, vegna þess að bara í Landsbankanum verða 280. Nei, beint hlutafé 180. Víkjandi lánið 280. Já, heyrðu fyrirgjöf, þetta kórrétt. Þetta 500 milljarðar. Já, 500 milljarðar sem verið að dæla í fyrir. Og þá sjáum ég það, þetta fjárlög ríkisins rúmlega á einu ári. Og menn eru ekkert að velta því fyrir sér, býtu hvernig ætla ríkissjóður, sameiginlegur sjóður okkar landsmanna, að fá þessa fjármuni aftur tilbaka? Eða ætlum við að afskrifa þá líka? Og svo menn að velta fyrir sér hvort að ISAFE verði hér 20, 30, 40, 50 milljarðar eða 200 milljarðar. Þarna eru 500. Og ég meina, var einhver önnur leið færin að dæla en að reyna að endurreisa þessi pening með þessi fyrirtæki? Já, býtu, var einhver önnur leið fyrir ríkissjóð að taka yfir og veita víkjandi lán á 2% vöxtum til VBS? Já. Var einhver önnur leið fyrir ríkissjóða en að setja 11,6 milljarði í Sjóvá? Já, auðvitað. Svo leið að láta Sjóvá fara á hausinn. Nú eru skilaboðin sem búið að gefa hér til þeirra sem reka annars vegar fjármálastofnanir, eða sem sagt, viðskiptabank og sparisjóði og tryggingafélög, hafið ekki áhyggjur vegna þess að ef það allt þrýtur og ef þið farið og eigið vátryggingaskuld eða bótasjóðum upp á fleiri 10 milljarða sem að þið eigið af þessu ekki. En hafið ekki áhyggjur af því vegna þess að ríkissjóður kemur og hleypur undir bakkana. Og svo einhver tímann munum við reyna að selja þetta guðsvolaða tryggingafélag fyrir spottprís. Maður veltir einmitt fyrir sér hvort að með öll mistökin fyrir og eftir hrun. Bæði mistök sem eru gerð viljandi og mistök sem eru gerð óviljandi. Það var ekki mistök að viljandi það. Glæpsamleg hegðun fyrir hrun. Maður veltir fyrir sér hvort að það hefði ekki þurft að fá miklu meiri ytri aðstoð frá sérfræðingum erlendis frá. Út af því að það alveg ljóst að við erum ekki að höndla þetta. Þetta svo flókið. Það var frábært að fá Evu Joly í að vinna að því að finna leiðir til þess að kalla þá til ábyrgðar sem að tóku þátt í þessu svindli. En úrvinnslan á þessu, við hefum þurft að fá eins og Stiglitz hefði verið mjög gott að hafa hann að og það hefði verið mjög gott að hafa að þessa erlendu sérfræðingar sem hafa reyna boðist til þess að aðstoða okkur við að koma okkur út úr þessu. Og ég held að ef við förum ekki að horfast svo mikil skaði búin að eiga sér stað
fólk í umvörpum sér enga von eða tilgang með að vera áfram hérna ef þetta heldur áfram sem horfir. Því að óréttlætið svo mikið. Þannig að ég held að það sé komin tími á að við horfumst í augu við það að við höfum ekki þekkinguna til að eiga við þessu mál og yfirsýnina. Og það alveg sama hvort það sé Sjálfstæðisflokkurinn eða Samfylkingin eða VG eða Framsóknarflokkurinn. Enginn af þessum aðilum hefur þekkinguna til þess að takast á við þetta. Já, Birgitta, það sem ég hef áhyggjur af að við sjáum nú hvernig svona umræðan sérfræðinga erlendis hefur verið, að þeir telja að við höfum þó þrátt fyrir allt höfum við farið rétt í það í hruninu sjálfu. Látum vera hvað gerðist fyrir, en í hruninu sjálfu að reyna að koma í veg fyrir það að hér lentu allar skuldir í bankana á almenningi. Það var gert með neyðarlögunum. Og þetta það sem að líklegast hefur haldið okkur á floti, ólíkt því sem að til dæmis Írarki. Við erum hins vegar núna, eftir hrunið, að fara írsku leið með því að setja inn fjármuni í fyrirtæki, eins og Sjóvá, eins og Sparisjóðina og svo framvegis. Við erum sem sagt að ríkisvæða tap þessara fyrirtækja og færa tapið yfir á almenning. Og ég held bara að við ættum að hafa einmitt lært. Og þú meinar að það hefði átt að láta miklu meira bara fara að róa. Já. Þetta náttúrulega ósvölega mikið þetta sem að ganga í gegnum Sparisjóðina, það náttúrulega bara kaupþing. Kaupþing að flæða yfir í gegnum, eins og segi, exist af kistu og svo yfir í Sparisjóðina. Þetta sama tapið sem bara að koma við á mörgum stöðum. En þetta náttúrulega sömu mennirnir og stóðu í því að reyna kannski þurrka upp öll verðmæti í íslensku samfélagi í gegnum, eins og þú vorum bent á, í gegnum gjaldeyrisskiptasamninga, í gegnum peningamarkaðssjóði, í gegnum hlutabréfasölu, í gegnum allt. Það alltaf sama. Það alls það sama fólkið og líka svo merkilegt eins og ég bent á að það virðist vera sem öll hlutabréfa viðskipti á tímanum fyrir hrun hafi gengið út af það að menn getur gert upp lán sín. Þess að verð hlutabréfa var stillt af, svo lánið yrði að réttri upphæð, svo hægt verið að borga bankanum tilbaka við skuldina. Það snerist ekkert innra virði fyrirtækisins heldur upphæð skuldar. Magnús, nú þú varst að vinna fyrir rannsóknarnefndina að Hagg-skýrslunni. Sögulegum aðdraganda. Mér langar að heyra í þér hvað þér finnst þessu. Það Sparisjóðirnir og svona eiginlega bara hvað þetta segir okkur svona í víðara samhengi. Jú, það sem mér athyglisverðast við þetta með Sparisjóðina og hrun þeirra það má segja þetta svona, þeir eru seinasti parturinn af því hagkerfi sem var á eftirstríðsárunum sem var blandað, að það við erum með fyrirtæki af mjög ólíkum tegundum. Það ekki bara einhver einkafyrirtæki sem hafa hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi, heldur erum við með það eru fjölmörg önnur rekstrarform og það eru samvinnufélögin og það eru ýmis samlög og það eru Sparisjóðirnir og þetta eru fyrirtæki sem hafa allt annars konar sjónarmið en hagnaðarsjónarmið og það hverfa öll þessi fyrirtæki á 10. áratugnum og eftir eru bara einkafyrirtæki og þau eru síðan öll hlutafélagavædd og fara öll á markað og virðast öll taka upp mjög þröng skammtíma sjónarmið og þannig að þegar eftir því sem komum nær hruninu að þá atvinnulífið allt og fyrirtæki og efnahagslífið dóminerað af stöðugt stærri einhverjum fyrirtækjum sem hafa stöðugt styttri sjónarmið að leiðarljósi og eru hafa öll hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi meðan að við bjuggum í samfélagi þar sem voru fyrirtæki og var rekstur sem hafði allt annars konar sjónarmið og Sparisjóðurinn mjög gott dæmi það fyrirtæki sem hafa ekki markmið að hámarka arðgreiðslur til hluthafa heldur að þjónusta viðskiptavinnu sína þjónusta byggðarlögin þar sem þeir eru starfrækt og önnur en þessi ég held að það atriði sem ég held að hafi skipt töluvert miklu máli og þetta var mikilvægt einkenni á íslensku atvinnulífi og þetta hverfur. Svona að lokum þá höfum við verið að horfa upp á það að
Landsbankamenn eru leiddir burt í lögregluhöndum og nú komið mál þar sem það sem einhvern veginn verið að taka út pening og seðla bankanum á síðustu stundu. Hafið þið einhverja kenningar þetta, Marino? Nei, það bara kemur manni ekkert á orð lengur. Það bara málið sko og eins og ég held að það hafi verið annarku völvan vikunar eða DFF að peningarnir myndu finnast á hinum ólíklu stöðum og það væri miklu nær okkur heldur við heldum. Og það ekki bara þetta sko, við alltaf að fara að nálga sko hvar peningarnir eru. Þú heldur að sé ykkur peningar? Þú heldur að sé ykkur peningar? Já. En náttúrulega peningarnir gufa ekki upp, það er alveg á hreinu og hvort þau voru settur á ferðartöskur eða eitthvað svoleiðis en og mér finnst svona þetta Tríton dæmi pínlítið líkt af því að peningarnir séu einhvers staðar. Já. Því að ef það er rétt sem menn að segja það að bak við Tríton séu Íslendingar sem eru á Görmsey, ég held að það hafi einhver kenning verið það. Já. Að þá hljóta þeir náttúrulega að vera með einhverja peninga og nú bara gott að nota lögum peningaþvætti til þess að rekja það hvernig þeir peningar hvernig þeir urðu til eða hvaðan þeir koma og ég held einmitt að það sé eitt af því sem lögreglan eigi að gera, hún eigi að fara í lög peningaþvætti og fá menn til þess að sýna fram að það að peningarnir sem þeir eru með í höndunum séu löglega fengnir. Já, einmitt. Ég reyndar eitt sem ég ætla að nefna í lokin. Birgitta, hittir þú ekkert Mark Kennedy? Nei, ég hitt hann aldrei. Ég fékk bréf frá honum. Fyrst bréf frá honum? Þar sem hann sendi mér grein fyrir bók sem ég var að taka saman lögregluofbeldi fyrir austan. Fyrir bók sem átti að fjalla Kárahnjúka, aðgerðina við Kárahnjúka. Hann hafði verið fyrir austan? Hann var fyrir austan, já. Og hann ég var að reyna að taka saman sumarið, þetta var töluvert sögulegt sumarið 2005 og hafði kallað eftir greinum, mismunandi greinum, bara miðað við svona mismunandi tímabil á þessu sumri og hann hafði frumkvæði að senda mér góða grein lögregluofbeldi og sína upplifun af því hvað lögreglan í raun og veru fór yfir strikið. En síðan virðist allt lúta að því að það sem ég hef heyrt núna undanfarið að það sé jafnvel möguleiki og hann hafi verið einhverju samstarfi við íslensk yfirvöld, lögregluyfirvöld og ég bara kalla eftir því að það sé samstundis gerð rannsókn á þessu máli því þetta er mjög alvarlegt mál þegar að hvort sem það er íslenskur eða erlendur flugmaður sem fer inn í grasrótarsamtök og reynir að hafa áhrif á þau og við vorum með áhyggjur af því að það myndi eitthvað slíkt gerast en hann virðist að nota sér bæði Saving Iceland til þess að koma síðan áfram inn í önnur grasrótarsamtök í Evrópu því að það var svona farin kynningaferð Evrópu á þessum málefni og hann með slóð á eftir sér og ég fékk bréf frá þýskum þingmönnum sem að það verið að kanna ástæðu til þess að kæra hann í gegnum þeirra ferli og mér finnst að við þurfum að taka mjög fast á þessum málum. En þú spyrði hvort íslenski yfirvöld hafi vitað hvað maður þetta var eða? Já, ég hef fengið vísbendingar að svo sé og ég vil bara fá svör við því og rannsókna á þessum máli. En hefur það ekki komið fram að menn hafa neitað því? Já, þeir hafa neitað því. Hann hefur allstaðar verið í samstarfi við lokal lögreglu og neiturinn hér á landi hefur svo að lögreglun á Austurlandi hefur sagt að þeir hafa ekki haft nein afskipti af mótmælendunum Mark Stone. Lögreglutal, þeir hafa ekki nein afskipti af honum. Það var aldrei komið fram svar hvort að lögreglun hafi haft eitthvað samráði að tala við lögreglumannin Mark Kennedy eða hvort að lögreglun í Reykjavík hafi haft. Við skulum hafa það í huga að þeir tóku vegabréfin í öllum. Þannig að þeir vissu hver hann var. En þetta er merkilegt að menn skuli finna hvött hjá sér til þess að vera að infiltrera eða setja flugumenn inn í umhverfisverndarhreyfingar sem eru svo, ég meina þær eru umdeildar en þær eru ekki, þetta er ekki hryðjuverkasamtök. Nei og það eru einmitt í Bretlandi eru engin þekkt dæmi það umhverfisverndarsamtök hafi gert skipulagt einhverja árásir þar sem markmiðið hafi verið að valda einhverjum eignarspjöllum eða að beita einhverju ofbeldi. Þetta eru samtök sem nota þá taktika þau eru nota návist sína til þess að láta í ljósi mótmæli sín og jú þau valda truflunum. Þetta er svipað dæmi eins og í Alþingi að það að ætla sér að valda truflun á starfsemi stórfyrirtæki jafngildir ekki árás og er ekki ofbeldi og þannig að nær engri átt að stjórnvöld þetta batteri sem þessi maður starfaði hjá
að þeir eru með, á hverju ársbudget þeirra er nær 1 milljarður íslenskar krónur sem þeir eru sko setja í það að infiltrera umhverfisverndarsamtök og samtök aktivista, að njósna umhverfisverndar sinna og að safna upplýsingum þá, eins og þetta séu sko einhver hættulegir hryðjuverkamenn sem samfélagið hafi ógnað, sem náttúrulega er alveg fjarstæðukennt. Þetta er alveg furðuleg saga og svo virðist vera að koma í leitirnar fleiri svona njósnarar. Það er athyglisvert að við erum búin að finna allavega einn atvinnumótmælanda sem var á rauninu við það mótmæli. Marinó, Magnús, Birgitta og Óli Björn, ég þakka ykkur fyrir komuna. Við höldum áfram hér að tölum orkumál og svo fáum við Mikael Karlsson, prófessor í heimspeki.